Við eigum ósköp einfaldlega að treysta okkur til að gera það sama gagnvart þjóðinni og við gerðum hvert gagnvart öðru. Við höfum að segja við þjóðina, við erum alveg til í að ræða þetta. Við skulum bara leggja áframhaldið í ykkar dóm, hvort það skuli haldið áfram, hvort þráðinu skuli tekin upp og við skulum bara treysta okkur til að samfæra þjóðina. Og ég hef engar efasemdir að okkur muni takast það. En alveg með sama hætti, þá snertir þetta mál líka hugmyndin okkar stjórnfestu. Að farið sé að réttum, lögum og leikreglum. Og það ekki gert. Ekkert í meðferð þessa bréfs, aðdraganda þess, í samræmi við lög og reglur, eða góða stjórnarhætti. Og á sama tíma kemur ríkisstjórnin núna og segir, í næstu viku ætla hún til dæmis að leggja fram til breytingar á rammaáætlun sem fela í sér að virkjaðir verði virkjanakostir sem aldrei hafa verið rannsakaðir. Sama þó lög sé í gildi sem segja allt annað. Það ekki farið eftir réttum leikreglum að nokkru leyti. Samfylkingin var stofnuð réttar leikreglur og stjórnfestu vegna þess að þær skapa okkur öllum frelsi gegn valdníðslu. Og fyrir venjulegt fólk ekkert meira virði en nákvæmlega það að vera rétt bornir borgarar í eigin landi og geta reitt sig á lög og reglur. En það ekki bara á sviði Evrópumáluna sem ríkisstjórnin hefur valdið uppnámi. Hún hefur sett samskipti á vinnumarkaði í slíkt uppnám og skapað slík átök að hliðstæður ekki að finna undanfarna áratugi. Lykilástæðan, segja aðila vinnumarkaðarins, og eru einhuga hana, vantrú á ríkisstjórninni og getu hennar til að leiða mála fram til farsælla niðurstöðu. Við sjáum líka í þessari togstreitu núna afleiðingar krónunar. Hversu oft höfum við ekki heyrt það að krónan hafi svo jákvæð áhrif og sveigjanleikinn sé svo mikilvægur. Já, sveigjanleikinn þýðir tvennt, skuldirnar hækka og kaupið lækkar. Mér sýnist þjóðin sætta sig við hvorugt. Og nú það að gerast, að þeir sem hafa sterkustu stöðu á vinnumarkaði hafa sótt sér bætur fyrir krónuna. Nú reynir hins vegar á hvort venjulegt fólk fái líka bætur fyrir krónuna. Ég spái því miður að svo verði ekki frekar en nokkru sinni fyrr í sögu hinnar íslensku krónu. Það sem hún hefur verið tækið til þess að passa að við fáum ekki fast ákveðin laun heldur að Enga-Ingar og Tórsvarar, Bogasennar og Pétrar 3 hross ráði frá degi til dags hvað við fáum borgað.